Hörlega, þetta gekk ekki alveg nógu vel í kvöld. Nei, í rauninni Hamar var bara með þennan leik alveg frá upphafi til enda. Þeir bara sýndu miklu meira áræðni og bara þorðu, spiluðu miklu betri vörn heldur en við og þú áttu alveg lítinn séns bara svona ef þú mætir leiks og þú ert bara ekki að gefa allt í það. Hamar bara með allt og gott lið til þess að mæta þannig á útivöll. Þeir eru náttúrulega án Damir, það munar að minna. Já, í rauninni þá samt kemur bara maður í mannstað og þú veist, ef einn af þeirra bestu mönnum ekki með, þá verður bara aðrir að stíga upp og liðið sem heild verður að spila betur og við spiluðum ekki fyrir hvort annar í vörninni og ekki í sókninni og því fór sem fór. Þú vinnur ekkert á útivelli eða farð á þig 101 stig. Hlýtur samt sem áður að vera þokkalega sáttu við tímabilið, þeir eru svona svo að segja komnir upp. Já, ég er alveg mjög ánægður með það og okkur langar náttúrulega líka bara að klára það með stæl og það eru 2 leikir eftir fyrir strákana til að sýna hvað í þeim býr og ég bara vona þeir ætli að kveðja deildina með betri hátt heldur en voru að sýna hérna í kvöld. Þú varst með Blikana í fyrra, fékkst ekki að klára með þeim. Er þetta ekstra sætt að taka Þór og svona sýna hvað þú getur? Já, sko, það var náttúrulega vonandi verið ekki rekinn áður en þetta tímabil verið búið, þannig ég fari að klára þetta. En þú veist, ég er alveg hættur að hugsa Breiðablik, núna maður bara hugsa Þór og fyrir okkur þá er þetta bara gott ef við náum að klára að fara beint upp eftir að hafa farið niður í fyrra. Hverja telurðu möguleika Hamars vera á að fara upp? Bara mjög góða og náttúrulega Hamars hjarta slæðir náttúrulega ennþá manni þannig að ég er náttúrulega auðvitað að vona að þeir fylgi okkur upp í úrvalsdeildina og bara með að hvernig þeir spiluðu í dag og mér finnst svona þeir eru búin að vera góðu vaxandi stígandi þeirra leik. Þeir svona fengu inn fyrst 2 nýja leikmenn eftir jól, þá tók á smá tíma að pústa þessu saman og svo er Julian kominn líka núna. Mér svona sýnist þess að þeir séu komnir með síðasta pústaspili til þess að fara upp en það verður náttúrulega bara hörku samkeppni í úrslitakeppni. Það er áfram Hamar það sem eftir er? Já, auðvitað held ég með Hamar. Það reyndar væri kannski þægilegt fyrir okkur að fá hött, það væri svona grannaslagur, ekki nema 3 tímar að gera. Það er aðeins styttra. Herru, takk hérlega. Það er sömuleiðis. Herru Bjarni, þetta gekk ekki alveg hjá okkur í kvöld? Nei, þetta var bara virkilega erfiður leikur. Hamar bara spilaði bara betur en við og við áttum bara að fá svör við þeim. Þegar við héldum að við ættum smá rönn þá einhvern veginn settum við bara stóra þrista sem einhvern veginn drap allt momentum niður hjá okkur og við áttum leiðindar klúður, svona auðveldur klúður sem við eigum bara að setjum niður á góðum dögum en þannig að Hamar spilaði bara betur en við. Þið eru svona eiginlega alveg komnir upp, hljótið að vera sáttu við það? Já, við erum náttúrulega mjög sáttu við það og við ætluðum náttúrulega að klára þetta í kvöld. Við ætluðum að fagna deildarmeistaratitilnum í kvöld en það náðist ekki og við bara stefnum á að klára næsta leik og vera þá að tryggja ykkur sæti í Dominos. Er ekki alltaf gott að koma heim samt, svona þó að það fari ekki alltaf nógu vel? Jú, það er alltaf gott að kíkja mömmu og hafa bara næs. En það hefði nú verið gaman að fá sigur hérna í kvöld og ná að fagna því svona almennilega. Þetta var óttaleg raskelling í kvöld, við áttum bara engin svör og Hamar, ég myndi ekki vilja mæta Hamar í úrslitakeppninni eins og við spiluðu í kvöld. Hvernig finnst þér möguleikar Hamars vera til þess að komast upp? Ég myndi nú bara segja að þeir eru góða möguleika. Þessi deildi er mjög jöfn, alveg annarsætið niður í 5. sætið og ég held að það eigi eftir að fara í 4-5 leiki hver einasta sería. Ég held að það verði bara virkilega skemmtileg úrslitakeppni í fyrstu deildinni. Ok, herru, takk hérlega. Takk fyrir. Herru Matti, þetta fór vel í kvöld? Já, mjög ánægður með þetta. Engin Oddur Ólafs, eitthvað sem að Hamarsmenn þurfa að ágjöra af? Nei, hann sneri sig bara í gær og það er mikilvægt að hafa hann tilbúinn fyrir úrslitakeppnina. Og fínt fyrir hinn að æfa sig að vera leikstjórnendur líka með hann í erfiðum leik. Þið náðu að slíta ykkur frá þeim þarna í öðrum leikluta og svo var ekki aftur snúið. Hver var lykillinn að sigrinum? Lykillinn að sigrinum var að varamannabekkurinn var frábær í dag og það kom alltaf meira og meira power. Þegar ég var komin í 7., 8., 9. mann, þá voru þeir kannski bara í fyrsta sinn í vetur alltaf að skila geggjuðu starfi, sérstaklega í vörninni og svona oftast að taka skynsamar ákvarðanir í sókninni, láta þá sem að við viljum að skjóti í sókninni taka skotin, ekki það sem að vörnin vill leyfa. Þannig að það var kannski bara svona heilt yfir bara gott power á öllum þeim 5 sem að voru á vellinum.
Ykkur hefur gengið vel undanfarið, tekið 6 sigra í síðustu 8 leikjum. Þar á meðal á móti Hetti, Vestra og núna Þór Akureyri. Er það ekki bara að toppa á réttum tíma? Við erum bæði að toppa á réttum tíma en ég held líka að við séum bara svona að slípa okkur saman á réttum tíma. Þetta er náttúrulega glænýtt lið frá því fyrra. Þór Akureyri til dæmis voru ekki bara klárir með sinn kjarna eftir að þeir fjallu úr dómunum sem fyrra. Héldu öllum íslensku strákunum á meðan við erum með, þú veist, fyrir utan Ott og Dovi og svo Didda og Mikka, þá eru bara allir hinir nýkomnir í liðið í ágúst, september og Raggi og Kristófer, þú veist, seint í janúar, Julian síðasta daginn í janúar, þannig að við erum bara að ná meira kannski bara að slípa okkur saman á réttum tíma með liðið okkar klárt og ég held að við séum bara að fara að toppa á réttum tíma í playoffs. Við erum ekki búnir að toppa, ekki byrjað. Það er nóg inni. Já, við erum nóg inni. Þú sást það bara, sko, við vorum að vinna toppliðið með 20 stigum. Það voru allir að sturlast og pirring á bekknum. Bara því að við vorum að klúðra svo mörgum hlutum, sko. Við vorum vondir að leysa pressuvörðina þeirra, við vorum að taka vondar ákvarðanir þegar þeir voru komin með lágvaxilið inn á. Við vorum ekki að leita inn á Julian. Hægðum of snemma á. Það var alveg svona frustration í okkar hóp. 18 stigum undir. Og það er alveg eitthvað sem ég get svona brosað yfir, sko. Já, eitthvað farnir að huga að úrslitakeppninni, einhver drauma andstæðingur í fyrstu umferð? Drauma andstæðingurinn er bara liðið sem lendir í 5. sæti. Ég vil lenda í öðru sæti og byrja á heimavelli. Hvort það er Vestri, Fjölnir eða Höttur. Við erum búin að tala um þetta, þú þarft alltaf að vinna 2 af þessum 3 liðum. Þau eru öll svipa góð. Þannig að bara enda sem hæst. Fá heimavallarréttindi til að þurfa ekki að fara í einhver ferðalög að óþörfu. Og sjá svo bara hvernig restin spilast, sko. Good game tonight. You happy with it? Very happy, very happy. We showed a lot of discipline. We played D, got the win. We did exactly what we was working on all week. How do you think your chances are in the playoffs? Oh, extremely high. You know, we added Julian, big guy, which we needed, so I'm very confident in the playoffs. You've gotten 6 wins out of the last 8 games. Do you feel like the team is coming together at the right time? Absolutely. I mean, we've been working all year for this, and just finally, at the perfect time, we've been coming together. I mean, it's been up and down, but now we're gelling at the perfect time. You beat the top team with 19 points. It's a statement for the rest of the season? Absolutely. Just like I said, just showing the confidence and the gelling that we have going into the playoffs. Getting excited.